Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Ég kom sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Hingað komin Jasmína Vasovic, er það ekki? Rétt Jú, sagt sem er. Vasovic, já. Stjórnmálafræðingur. Já. Og ég mér langar svolítið að fá þig til þess að ræða svona sérstaklega kvennaverkfallið sem er á morgun, en það hefur svona borið á gagnrýni úr ýmsum áttum og sumum í samtökum atvinnulífsins þykir þetta of skarpt en eina svona gagnrýni sem hefur gripið mig og ég þekki vegna þess að ég hef heyrt þetta svona úr mínum ranni frá mínum vinum, en það eru að konur og kvára erlendum uppruna upplifa sig kannski ekki alveg partur af þessu stóra verkfalli. Þekkirðu eitthvað slíkar sögur? Þú kannast við þessa gagnrýni? Já, ég kannast mjög vel við þessa gagnrýni. Þetta er og mér fannst sjálfri í mjög langan tíma að ég tók þetta ekki til mín vegna þess að í mjög langan tíma ég vissi ekki þessni hvað þýddi í raun og veru kvenna frídagur. Svo var náttúrulega svo margir svona, dagar sem ég kannski tengi líka sem einhvers konar kvenna baráttudag eins og 8. mars alþjóðlega kvennaréttindadagur og eitthvað svoleiðis. En af hverju þessi dagur, ég var mjög lengi en svo náttúrulega skýrðist það mjög mikið fyrir mér því ég fór að læra hér á Íslandi og kláraði náttúrulega háskólann hér og allt þetta. Þá var ég svona, mér fannst ég vera nær myndinni hvað raun og veru kvenfrídagurinn snýst Í dag náttúrulega veit ég náttúrulega allt þetta, en þannig það kemur mér út frá þessu sjónarhorni kemur mér ekki óvart að marga konur að erlendum uppruna tengi ekkert við þennan dag. Síðan er bara almennt viðhorf undanfarin ár að viðhorf til innflytjenda almennt að þau eru ekkert partur af samfélaginu. Við einhvern veginn gerum ekkert ráð fyrir þeim. Við gerum ekkert, við sjáum ekkert innflytjendur mjög mikið í sjónvarpi, útvarpi eða við sjáum þau ekkert endilega sem svona, partur af hversdagsleika annað en að þau eru vinnuafl og þetta viðhorf vinnuafl skemmir svolítið fyrir og ég hef verið margoft tala þetta, við þurfum að breyta þessu viðhorfi að bæði konur og kvár og líka karlmenn, en að því við erum að tala konur og kvár, upplifir sig að hluta af samfélaginu og þegar þú ert hluti af samfélaginu þegar áttu vini, vinkonur, þegar þú ert í vinnu þar sem þú talar umgengst Íslendinga, þá ertu taka svona eitt og annað eftir einu öðru sem verið að tala í kringum þig og það miklu líklegri að þú getur spurt, byrju hvað þýðir kvennafrídagur, af hverju hann svona mikilvægur, hvað gerist á þessum degi. Þannig þetta bæði svona og svo náttúrulega þriði svona, hvað maður segir, svona í verrakantinum, það líka bara viðhorfað, þetta vinnuafl því þau þurfa að vinna þennan dag og þurfa þjónusta og þjóna eins og við vitum í mörgum þjónustugeirum að það einmitt fólki að erlendum uppruna að þjóna og þjónusta. Þannig það líka það að það einhverjum tilfellum að það hagnast eða gagnast ekki að einmitt að konur að erlendum uppruna að taka sér frí og geta verið mögulega fá laun en ekki vera á staðnum. Þannig Það eru svona látnar hlaupa í skarði. Ég man eftir einu dæmi bara frá því fyrra eða þar á undan þar sem að vinkona sem að einmitt vinnur í þjónustustarfi niðri í miðbæ var kölluð á vakt til þess að vera þjónn vegna þess að íslenski þjónnin var í kvennaverkfallinu. En hún sá svo bara yfir daginn að þannig var allt fullt af konum og hún upplýði sig svona svolítið annars flokks. Hún var að hella hvítvíni í glös fyrir íslensku konunnar sem voru að taka þátt í kvennaverkfallinu, en hún hefði verið kölluð á vakt sérstaklega til þess að stoppa upp í eitthvað gat. Já, og ég hef oft sagt að ég
Ég upplifi þetta bara, þú veist, ég reglulega upplifi hérna, ég myndi ekki að segja höfnun, ég eiginlega ekki kannski viðkvæm fyrir því, en ég upplifi sjálf bara oft stundum að hérna, ég sé ekki hluti af. Ég finn alveg, þú veist, fyrir því ég sest niður og allir hérna, við segjum það við sem 50 manna hópi sem ég hef áður fyrir kannski ekki lent en síðustu 2 ár hef ég og ansi oft lent í því að ég kannski sitt ein og enginn sest með mér við borðið. Samt vita flestir að ég tala góða íslensku og hluti samfélaginu. Þannig þetta eitthvað hérna, þetta svona gerist því að þú upplifir einmitt á þessari stað og þessu stund þá upplifir að þú sért ekki hluti af því og þú sért svolítið skilin út undan hvort sem fólk gerir þetta viljandi eða óviljandi ég held flestir gera þetta óviljandi ég vil meina það en það þessi breyting, þetta viðhorf. Við þurfum að breyta hvernig við horfum á hlutina. Ef við erum með fólk hvort sem starfsfólk, vini, vinkonur í ættingum, hérna, einhverja erlendum uppruna, það ber okkur svolítið skylda að upplýsa og passa upp á svona hluti. Að fólk að erlendum uppruna og konur þar sérstaklega, að því þær eru líka hérna 12% af vinnumarkaðunum okkar að þær viti hvað snýst kvennafrídagurinn og hérna hvað það mikilvægt líka fyrir þær ég bara get sagt fyrir mína parta og ég veit að margar innflytjandi konur tengja alveg við þetta þú veist að vera hluti samfélaginu og læra íslenska sögu það gerir þið part af að vera hluti af samfélaginu. Það gerði mig svo sannarlega að ég stolt að því að vita hver hérna Vigdís Finnbogadóttir þú veist, að tengja við hana og hennar orðræði. Ég tengi við hérna Bjarnfríði og ég tengi við, ég náttúrulega líka stjórnmálafræðingur reyndar að ég lærði mikið þessar konur en það breyti því ekki, það margt sem ég læri ekki, en ég lærði kannski í gegnum að lesa bækur, íslenska bækur og vera að uppgöta og allar þessar konur og margar og mína fyrstu fyrirmyndir eru íslensku konur vegna þess að ég kem hérna 15 ára gömul. Þannig það skiptir mig máli til að vera partur af samfélaginu, að líta upp og hafa einhverja konur en svo líka, þú veist, saga, kannski svo ég gleymi ekki þennan part líka, kvenna sem þú veist, ég hvítkona, þannig ég í forréttindahópnum, þannig margar þessara kvenna kannski endurspegla mín viðhorf og ég tengi við þær. Þannig það mikilvægt að þessar fyrirmyndir eru til staðar líka fyrir konur sem eru að öðrum uppruna og annari hérna húlit heldur við. Þannig ég held það sé mikilvægt að hérna fræða ef ekkert annað fyrir utan það að þetta líka ákveðin réttindi þarna sem gerast og það sem mér hefur oft dott í hug í þessu samhengi erum við komin að þann stað að innflytjandi konur þurfa að taka sér frí og hérna og strunsa kannski eitt og sér og hafa hérna kvenréttinda frídag fyrir konur erlendum uppruna jafnvel stóran hóp innflytjenda vegna þess að ég veit ekki hvernig á íslenskt samfélag að skilja í raun og veru hvað þarf að gerast til þess að þau margir hverjir skilji hvað þetta snýst. Við erum með 80.000 innflytjendur sem vinna hér og 12% eins og ég segi eru hérna að vinnumarkaði sem eru konur að erlendum uppruna af þessum 18%. Og þetta eru þær stöður sem að svona halda uppi viðkvæmustu starfsemi landsins, ég meina þetta eru heilbrigðiskerfið og þetta eru skólarnir og leikskólarnir og svo er þetta þjónustustörfin. Já, það það og þetta náttúrulega þjónustustörfin sem við megum ekki missa konur úr en á sama tíma að því við megum ekkert missa úr þá erum við samt á sama tíma gera einhverja kröfur að þær einhvern veginn mæta í vinnu af því þetta láglaunastörf oftast nær þannig það ekki skríti að
mörgum hverjum kannski finnist að þau var ekki partur af samfélaginu og ekki partur af þessari kvennabaráttu en við konur almennt held við græðum á því að hafa allar konur í einum hóp. Það að segja, þú veist, að það er oft líka vill vera, þú veist, það er alls konar gert kannski fyrir konur og búið til úrræði, en konur erlendum uppruna hafa ekki fulltrúa og jafnvel konur frá kvár hafa ekki fulltrúa, að því það er lítið einmitt sem einn hóp. En þessi hópur þarf að vera svolítið, það þarf að vera samstæða og það þarf að þá upplýsa og gera það af svona, hvað maður segja, einhver svona verklagi að slíka konur að vita af einum eins og á morgun. Myndir þú að segja að því að það hefur, eins og ég sagði í byrjunna, það er auðvitað komið alls konar gagnrýni á þetta kvennaverkfall og svona kvennabaráttuna sem þykir ennþá svolítið vera svona einhvern veginn svona marrandi í einhverjum svona öðrum bylgju feminisma, að þetta sé kannski svolítið svona einhliða, svolítið svona reyndar ekki bænari því að það er búið að bæta kvárunum í kvennafrídaginn en þetta er svona hvítu konu feminismi svolítið. Er það meira, þú veist, erum við bara sem samfélag kannski komin á annan stað? Erum við bara frekar komin á svona, eittum við að vera einbytt okkur að stéttabaráttunni frekar? Já, ég hef velt þessari spurningu, ég verði veikina undanfarna daga rosalega mikið. Ekki beint kannski, en ég finn alveg að það er að gefa til kynna, ákveðin orðra hefur komið fram að það er verið að gefa til kynna að konur að erlendum uppruna sem eru í lágstéttastörfum eða láglaunastörfum ætla ég að segja í neðar í stétt það er verið að gefa til kynna eins og það er þú veist vinna og hina konunnar sem eru þá hvítir íslendingar sé einhvern veginn herrasett og að því ég er kona erlendum uppruna þá hef ég velt þessu fyrir mér hvernig á ég skilgreina mig sem á þessu á þessari línu eða þessum ás vegna þess ég er hvít kona ég er millistéttin en ég er að erlendum uppruna þannig ég á ekki einhvern veginn samleið ég myndi ekki segja þú veist ég sé láglaunakona, vinna á leikskóla með lægstu launin, ég get ekki skilgreinir þar vegna þess að ég er ekki þar. Ég var þar að vinna í láglaunastörfum, en svo eru íslenska konur, velmenntar og feminískar og allt þetta. En ég held að sé líka hverja konur, sérstaklega erlendum uppruna, koma úr mörgum heimum, menningaheimum og þó að við myndi telja mjög vestræna og jafnvel konur frá Póllandi og fleiri ríkjum, Litáen, Lettlandi og öllu eins og Austurtjaldsríkjum til dæmis, en við þurfum að muna það, barátta þú veist, hvað maður segir, kvennabarátta er ekki komið svo langt þar heldur. Þannig það er ekki bara að læra kvenréttinda frídaginn, það er líka þessi stétta, skilur barátta hjá þeim þegar þeir koma hingað, þá fara í láglaunastörfin og þeim finnst þau eiga að vinna, þau eru hrættar að þeim verður sagt upp. Á meðan kannski ég sem kona sem er velmenntuð og vinn hjá góðu fyrirtæki eða, þú veist, ég þarf ekki að vera hrætt það vegna þess að það er öðruvísi standard. Þannig já, að sumuleyti á það við að þetta sé stéttabarátta og getur verið. En að öðru samt, eins og segi, ég get ekki sagt að ég samsama mig ekki og ég veit slíka konur í kringum mig sem eru örugglega sama stað og ég sem velta þessu spurningunni fyrir. Er það stéttabarátta? Þú veist, ef þú ert að fá rétt laun og þú ert eins og meðal Íslendingur, þessi hvítu konu, hvít kona af íslenskum uppruna. Ég samsama mig á einhverjum hlutum þar, en svo kemur, en ég var einu sinni láglaunakona, ég bara vann mig upp.
Þannig þarna svolítið pínu togstreita og ég veit að ég að tala í hóp kvenna sem finna sig akkurat í þessum orðum. Að því þetta mjög algengt þarna að þetta sé hérna svona, svolítið togstreita og kannski það komið tími að kannski færa þetta yfir og stéttabaráttu en þekkjandi tíma og feminisma, við erum ekki fara að gera það og eitt útilokka ekki annað. Svari mitt í raun og veru var niðurstaða hjá mínum, út frá mínu sjónarhorni eitt útilokka ekki annað. Ég get samt sem einstaklingur, þess vegna tala viðhorf. Viðhorfið mitt, ég get tekið mig frí, ég ger þetta ekki fyrir mig, en ég gerir fyrir alla hina konu erlendum uppruna. Og ég get bara sagt að ég færði til viðbörð sem ég ætla að mæta á eftir til þess að geta mætt í þennan þátt vegna þess að ég líti á þetta sem mína skyldu konu að erlendum uppruna til að styðja alla konur sem eru þarna neðst að hvetja þær að það líka pláss og þau eiga að taka pláss og þær sem þekkja mig vita það alveg, fyrsta sem ég myndi segja við slíka konur að taka pláss. Og þú upplifir það svona ábyrgðartilfinningu gagnvart öðrum konum sem eru kannski ekki, hafi ekki jafn sterkt tengslanet inn í Íslands samfélag? Nákvæmlega, vegna þess það við konunar sem þurfum, sem höfum, sveigurum og pláss til að tala fyrir aðra konu og lyfta þær upp. Við eigum að gera það, þetta vera ábyrgð okkar, þetta samfélagslega ábyrgð okkar og það ekki bara að því ég erlendum uppruna, kannski að því ég skil þau betur og hef unnið í málaflokknum innflytjenda í meira og minna í 24 ár. Þannig ég þekki þessa tilfinningu, ég þekki margar sögur, ég þekki fullt af fólki og hérna mjög vel tengt inn í innflytjenda samfélag, bæði lágstéttina og kannski hástéttina ef maður orða það þannig og veit hvað mikilvægt, en ekki síður alla konur, aðra konur, hvort sem íslenska innfædda eða erlendum uppruna, lyfta öðrum konum almennt. Og ég held það sé lykilatriði að horfa þetta ekki út frá einhverjum hvítum feminisma, heldur horfa þetta út frá öllum konum vegna þess að allar konur, alveg saman hvað það eru, þurfa að díla við það sama. Þriðjuvaktina, lægri laun, út frá kyninu, þó það sé stjórnenda hvítar konur í stjórnendastörfum, þær hafa líka lægri laun miðað við karlmennina. Þannig þetta baráttu okkar alla og nýta sérstaklega á Íslandi tækifæri og tala fyrir þessu. Ég til dæmis í stjórn FKA og mér finnst ég bara meðal ótrúlega flottum konum, ég finn ekki minnimáttakennd þar út af því að ég erlendu bergi brotnu vegna þess þarna menningin að lyfta öðrum konum upp og ég held og byggja tengslaneti og svona, þannig við þurfum einhvern veginn að byggja bjóða konum velkomnar eins og við gerum í FKA, þú veist, þarna mæta hópur kvenna að erlendu bergi brotnu sem með skapa sín verðmæti í samfélaginu. Þær geta verið hluti af samfélaginu, en ég samt þar líka sé að þetta konur sem vantar skortir oft tengslanett. Þarna konur kannski sem komin lengra heldur þessi kannski láglauna konur, en þú sér nákvæmlega sömu munstur þar. Þannig það svo mikilvægt allar konur lyfta konum, en líka að milli stjætta eða milli líka geira og líka geira. Maður sér það líka oft að það vantar að ólíki geira taka sig saman og lyfta konur, að því við viljum oft skilgreina kvennastörf og líka kallastörf. Þú veist, þarna líka tækifæri fyrir okkur að skilgreina okkur ekki sem kall og kona í þeim skilningi að bara hjúkrunarfræðingar eru konur eða bara vélvirkjar eru kallmenn. Þú veist, þarna þessar staðalímyndir og þannig við þurfum
það svo margt sem þegar sagt, já, allar konur stjórna Íslandi og það jafnrétti komin. Það bara aldeilis ekki. Það ennþá konur sem vinna þriðjuvaktina. Það ennþá konur sem að taka frí úr vinnunni til að sækja börn og leikskóla. Þrátt fyrir alla breytingar sem við erum að gera, þetta svo hæg þróun. Þannig við þurfum gera betur og meira og þá allar konur, ekki bara og til þess að allar konur vera partur af því, það þurfum við bjóða konum að erlendum uppruna sem þurfum að taka á okkur bara það ábyrgð og taka það með vegna þess það mun hjálpa baráttunni, það mun ekki skemma hana og mér finnst ekki góð leið til þess að ná í samstöðu í hópi kvenna að sundra þær með orðræðinni að það sé einhvern hópur láglaunastétta konur að það sé hópur kannski endilega sem við viljum skilja einhvern veginn út undan. Það ekki vilji, það bara við þurfum að taka ábyrgð á okkur líka að hvetja þær, upplýsa þær, færa þeim þessar upplýsingar. Þannig við getum verið sterkari saman. Það einmitt að því þú nefnir upplýsinguna og svona og það þetta aðgengi kvenna vel erlendum uppruna að svona samfélagslegum upplýsingum og bara þekkingu, bara svona félagslegri þekkingu eins og þú varst að segja með kvennasöguna hér og hún þetta takmörku og það kannski það erfiðara fyrir konur einmitt sem eru kannski nýkomnar eða hafi ekki tungumálið og eru að vinna mikið. Það hafa bara ekki tíma fyrir neitt, ekki einu sinni til þess að fletti gegnum blöðin eða einhvern veginn leita sér að þekkingu, þær eru bara alveg búnar á því þegar þær eru búnar með sinn vinnudag, því að þá fara þær yfirleitt heima að hugsa börnin sín og sko, hvernig getum við gert þá betur sem samfélag bara til þess að, og líka bara svona kvennahreyfingin, hvernig getur hún gert betur svona til þess að ná til þessa hóps, af því að þetta eru konur sem að kannski þurfa mest á okkur að halda. Já, og bara innleið, það samtök sem heita Women, konur erlendum uppruna og til dæmis þær hafa ekki mjög háa rödd í þessu samfélagi. Þessu félagi þarf að lyfta upp. Til dæmis framlög til þeirra þyrftu vera alveg eins og annara og ég held mín persónulega skoðun að ríkið þarf eitthvað að taka þetta til sín vegna þess að íslensku konuna sem eru innfættar, það hafa tengslanýtt. Þessar konur hafa það ekki. Og til þess að lyfta þessar raddir, þarna einleið til að upplýsa kvennafrídaginn, bara einleið. Síðan atvinnureikendur, ég hef alltaf ég óhrætt að segja, atvinnureikendur þurfa að taka líka ábyrgð þegar þú ert að fá fólk þú ert að fá vinnuafl viðhorfið, þú ert að fá vinnuafl þá ert ekki að fá vinnuafl, þú ert að fá fólk til þín og ég bara get sagt að fara mín eigin reynslu vinnuveitendur mínir þegar ég kom til landsins hafa ekki tekið svona vel utan fjölskylduna mína og það voru vinnuveitendur, það var ekki ríki, það var ekki sveitarfélag, jú það var reyndar allt fólki í Ólafsfirði en þau tóku, ég meina forstjóri fyrirtæki sem hann skuldlaði mér bara í kvennaskoðun að því ég var ófrísk á stelpunni minni og hann skuldlaði mig í skoðun í meðgönguskoðun í sónar, þú veist ég sé ekki mikið að því það þetta samfélagslega sem við tölum þetta mannlega þú veist, allt þetta og ég veit það mikið að gera hjá atvinnureikinni minna ef þú ert með 30 starfsmenn segjum það, þú getur ekki skuldað þeim öllum en hvað getur þú gert í staðinn þú veist, hvað getur þú gert til þess að og það vandar að því ég svo mikið sjálfbáliði í einu öðru og ég vinn rosa mikið sjálfboðaverkefnum þar að segja þú veist, tek þátt í samfélaginu og hef alltaf gert alla tíð síðan ég kom þetta mín leið til að þakka fyrir allt þetta sem var svo gert vel fyrir mig og mína fjölskyldu þú veist,
sjálfboðaliða almennt, þú veist, það bara skortur að við gefum eitthvað af okkur, þú veist, því ég nefni, viltu koma, þetta bara fundir einu sinni í mánuði og svo gerum við eitthvað saman svona annarslagi og stundum við að selja eitthvað saman að því við erum að styrkja fólk, þú veist, með safnum fyrir Pétursamtökin eða við erum að gera þetta, þetta bara of mikið, þú veist, þetta of mikið einu sinni í mánuði. Þú veist, maður finnur það alveg. Þú veist, ég veit það getur verið mikið og þú þarft forgangsraða og svona. En come on, þú veist, gefum okkur klukkutíma á mánuði, 2 tíma, að gera eitthvað vel, gefum okkur inn í samfélagi. Við þurfum öll að leggja eitthvað á mörkum til þess að búa í samfélagi. Bara almennt, þá er ég ekki að tala eftir trúarbrögðum eða eitthvað þjóðerni eða eitthvað svona. Ég held þetta viðhorf skortir okkur. Við þurfum valdefla það og það svo fallegt eins og Ísland eins og ég kynnist Íslandi. Þetta ekkert eitthvað hluti minni menningu að gefa eitthvað mikið af sér í einhverja sjálfboðaliðastörf hjá Rauða krossi eða hjá einhverju lægjumsamtökum eða íþróttahreyfingunni eða eitthvað, skilur alls ekki. En mér fannst þetta svo fallegt í íslenski menningu. Þetta lærði ég af Íslendingum. Þannig mér finnst núna í dag því ég tala þetta, þá bara hringi allar bjöllur, og ég fæ þetta mjög oft, þú meira Íslendingu heldur við mörg hver. En þetta eru falleg gildi sem ég lærði og ég held það sé bara gott inni hjá okkur öllum að einmitt líka kenna innflytjendum og konum að þetta hluti af íslenski menningu en líka að Íslendingar sjálfur taka einu skrefi tilbaka og hugsa bara hvað get ég gert gott fyrir samfélagi og það getur einmitt verið hluti af því að kenna einhverju innflytjenda tungumáli, spjalla við hann einu sinni í mánuði í tungumálakennslu af því við erum að ræða íslensku kennslu alla daga, allir einhvern veginn benda putta á hinn og þennan, hvernig getum við gert þetta? En hvað gerum við sjálf til þess að valdefla? Og ég meina, erum við að aðstoða okkar nánasta fólki, samstarfsfólk eða vini eða bara ættingja eða eitthvað Akkurat þau sem tala ekki íslensku, hvernig, og það óþægilegt þegar hinn aðli tala ekki tungumálið. En þú veist, en við sem einstaklingar, við vitum bara, við vinnum með manneskjunni við hliðina okkur, hún búið að vera hérna í 2-3 ár. Allt í lagi að spyrja, þó hún tala ekki tungumáli, hún tala kannski ensku, ef hún tala ekki ensku, ég spurði börnin því ég með mína fræðslu, hvernig talið við börn sem nýkomið frá Úkraínu, flottamenn og eitthvað? Já, við notum bara Google Translate og ég alveg bara, vá, vel gert. Þú veist, hvenær frídagurinn, þú veist, á öllum tungumál, þú veist, og þú nærð þó Google Translate þýðir ekkert alveg fullkomið, en þú nær stóru samhengi. Næsta ári, þá veistu eitthvað meira þegar þú ert búin að bæta í íslensku og það næstu ennþá meira. En fyrstu skrefin að, við erum að fara öll að morgun, þú ert bara velkomin með, þú getur komið með okkur og kannski einhver viðbörn með þér, bjóða, vera með, ekki skilja út undan. Þetta ein leið til að læra hvern frídaginn á morgun. Og það bara þú veist, getur verið önnur umræða en veður heldur bara, við erum að ræða kvenréttindadaginn á morgun, viltu mæta eða hann eftir viku, viltu mæta þú veist, ég veit að mínu vinnustað þú veist, það kom tölvupóstur þú veist, það sem bara öllum sagt frá þú veist, þannig þetta bara ótrúlega saklaust lítil en veitir upplýsingar. Þú veist, hver og einn fyrirtæki, hver og einn einstaklingur, hver og einn eining, samfélag þurfa að vera dugleg að bera boðskapinn. Við eigum að vera stolt og þegar ég tala inngildingu að því vinur minn hérna vinn sem einmitt var gestur hérna daginn hjá ykkur og og við erum rökraða mikið og þú veist, og inngildingu. Inngildingin ekki bara sko eins og margir miskilja að það sé Íslendingar þurfa að taka einhver hefði og síði einhverja útlendinga. Inngildinni einmitt þetta sem ég var að segja áðan. Ertu partur af samfélagi eða ekki? Sumir hafa ekkert áhuga og ég skil það. Það fólk sem kannski komi hérna að vinna bara 1 ár, 2 og tímabundið og eitthvað með skólanum eða eitthvað. Þú veist, ég skil mögulega en þeim finnst jafn mikið gaman að vita hvern frídegi sem á morgun og
og jáfnvel langar að styðja okkur. Þetta snýst ekki að við erum að tróða eitthvað upp á hann eða hann. Þetta snýst meira upplýsingu. Við erum að skiptast við erum að deila viðhorfum, við erum að deila sögunni, við erum að deila hefðum, síðum, Íslendingar gera þetta og ég held þetta sé bara góð uppskrift núna bara í þessu bakslagi, einmitt að taka þessa hefð eða þennan kvenfrídag sem gerðist hérna fyrir 50 ára síðan og yfirfæra hann bara út allan heim vegna þess að við erum akkurat þessu, ég held stödd í sögunni, þar sem við þurfum spyrna vel í og koma betri baráttu af stað vegna þess að hún í hættu. Hvort sem eru konur, kvár eða trans eða innflytjendur eða minnihlutahópar. Þannig þetta eru tækifæri. Og ég veit, ég hef búið að tala tækifæri nokkrum sinnum, en ég líka þessi kona sem vill hafa jákvæð og taka bæði úr öllum menningaheimum þar sem gott og einhvern veginn finna leiðir sem mun hjálpa okkur í þessu að standa saman af því það svo auðvelt einmitt og við búum í þannig tíma sem gerðar ansi margar tilraunir að sundra okkur þannig ef einhvern tíma mikilvægt að standa saman þá það núna Og hvenær samstæðan þetta snýst það? Akkurat á morgun, bara á öllum uppbrunum og öllum tegundum. Fyrst ég með því Jasmína, get ég fengið til að segja á móðumálinu þínu í myndavélina hvetja konur til að koma og konur og hvar? Á mínu tungumáli? Já. Sutra u 1:30, između 1:30 i 2 mi ćemo se sastati ovdje u glavnom gradu Reykjaviku i svi su dobrodošli da podrže dan slobodnih, kako da kažem, dan žena na Islandu koji je prvi put bio ovdje prije 50 godina kada su se žene skupile skupa na trgu i ostavile kod kuće i posao i kućne poslove i familiju da bi se borile za ženska prava. Tako da sutra ste dobrodošli. Takk. Þetta var í löngu máli. Já, þetta fannst mér bara, ég með gæsa og þetta var svo fallegt. Þetta var óundirbúið. Ég byrst afsökunar á þessu. Ég var að reyna að snögg að finna þetta. Ég hefði átt að æfa þetta. Já, ég hefði átt að byrja þig fyrirfram. En Jasmína, takk kærlega fyrir að koma hérna og svona skerpa á þessu og við auðvitað hvetjum alltaf til eða öll konur og kvár til að leggja niður störf á morgun og taka þátt í kvennaverkfalli í Reykjavík. Ég þakka fyrir mig hérna í bili, örstuttar auglýsingar og svo höldum við áfram rauðaborðið. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is